En allavega, við giftum okkur og það var yndislegt. Það liði ekki nema nokkri mánuðir, við lentum alveg í alveg óbúslega erfiðri reynslu. Við erum búin að gift bara í 3 mánuði. Amma mín, Sibba-amma mín, var myrt. Þetta var í desember 99 og það var eins og hendi væri veifað. Ég fór bara í mjög mikið svartnætti í kjölfarið. Var alveg ofbúslega mikið neikvæð. Ég var bitur, ég var reið. Hvernig getur það verið að góður Guð geti leyft svona inn í líf mitt og þeirra sem hafa voru að þjóna honum? Og ég bara skildi ekki upp niður. Og það sem að gerist í kjölfarið, ég fer að vera alveg ofbúslega reið og ég fer að vera bitur. Ég tengdi svo mikið þegar hann var að tala á síðustu helgi með þennan stað, Mara. Og það er nefnilega svo merkilegt að við förum öll í gegnum eitthvað svona kringustæði þar sem við upplifum okkur á þessum stað. Mara. Stað biturleika. Þar sem að hlutirnir hafa ekki alveg gengið upp með þeim hætti sem að við höfum kannski séð fyrir eða óska eftir. Og þarna leið tíminn og beið og eins og ég segi var hún bara döpur, væga sagt, ef ekki þunglind. Og þá var ég alveg næsti bær við. Reið. Rúnar talaði kristið fólk, ég var ofboðslega reið, gagnvart kristnu fólki út af nánast á sama tíma. Þá fór við í gegnum alveg ofboðslega erfiðan klofning í kirkjunni á sínu tíma. Fólk sem að ég elskaði af öllu hjarta fór í burt. Og mér leið bara eins og ég væri bara ein einhvern veginn. Ég átti mína fjölskyldu en þið skiljið ekki tengingarna við fólki var með þeim hætti. Þetta fólk snert okkur alveg ofboðslega mikið. Og þetta var ofboðslega erfiður klofningur. Og það voru ofboðslega vondir hlutir sagðir í hita leiksins. Og vá hvað ég átti erfitt með kristið fólk á þessum tíma. Og trú mín var svo sannarlega skekin. Og hreinlega skekin. Og það er nefnilega svo merkilegt að þegar fólk gerir eitthvað á okkar hlut, hvað við einhvern veginn speglum það í áttina af Guði. Sérstaklega þegar kristið fólk er að ræða. Þá höldum við já, Guð er bara vondur, hvernig dettur, en vinir, fólk er fólk, Guð er Guð. Við erum að tala mjög ólíka hluti þarna. Fólk er fólk og Guð er Guð. Og þannig leið og beið og ég er búin að þyngjast örugglega okkur 3-4 mánuði síðan, 2-3 mánuði síðan, örugglega 30 kíló. Mamma segir alltaf bara nei Sibba, það bara getur ekki verið, hún var alltaf verið grönn. Nei, ég var bara orðin 100 kíló þarna og bara segja ykkur alveg eins og bara í því líkri vanlíðan, að það birtist á allan hátt í mínu lífi, eins og vanlíðan gerir. Er ég einum það að hafa upplifað það? Nei. Það bara einhvern veginn fór að speglast í alla hluti og ég var ógeðslega reið. Og ég og Alli og ég alltaf að hringi Jóhannu bara veistu það nýjasta. Þessi gerði þetta og þetta og þetta og Jóhanna var bara í kvíðakasti alla daga. Og endan með því að við hættum að hringja svona á, hætt að tala um þetta. Við þurftum að hætta að tala um þetta. Það var málið. Og dag einn, þegar ég fekk einhvers konar hugljómum frá Guði, að þá settumst ég og Alli niður. Og við sögðum bara við hvort annað, hingað og ekki lengra. Þetta er bara komið gott. Það er ekkert nema dauði í líf okkar, vanlíðan, þú veist, og engin gleði, engin spenningur. Ég var algjörlega hætt að heyra frá Guði því að biturleiki nákvæmlega gerir það. Það er allt í einu þurrkast fyrir allt samband. Og við verðum bara miðpunkturinn af alheiminum. Og allt fyrir að snúast það hvað við höfum gengið í gegnum og greiði ég og allir þessir söngvar. Og rosalega var ég góð að syngja þessa söngva. Ég var bara rosalega klár í því. Allir eru vondir nema ég. Það var einn og einn sem voru alveg svona cirka bát í lagi. En þið vitið, ég var bara komin í þennan gír. Ég settist niður með alla og við fengum einhvers konar bara
andlega vakningun í líf okkar. Ég tók ákvörðun á þessum tíma, ég sagði, veistu að þetta er bara komið gott. Ég trú á góðan Guð og við ætlum að snúa þessu við. Við ætlum ekki að lífa með þessum hætti. Við ætlum að fara að snúa við bæði hugsun okkar og því sem við segjum. Og við gerum samkomulag okkar á milli, ég og Alli. Og samkomulag var bara mjög einfalt. Við ætlum að fara að tala líf inn í líf okkar. Við ætlum að tala von inn í framtíð okkar, líf inn í líf okkar og við ætlum að sjá Guð starfa í líf okkar sem aldrei fer. Og þetta ég vissi betur. Og það yfirleitt þannig að þegar maður fer í gegnum svona kringumstæður, maður veit betur. En það eitt að vita því að við eigum að borða holla mat og hreyfa okkur og það annað að gera það. Við vitum hvað við erum að menna. Við vitum þetta og við erum svo fulla þekkingu. En það sem að Guð vill gera, hann vill fara þekkinguna héðan og hingað. Og veitir það, hálsin hérna er mynd upp á vilju okkar. Og það var talað Ísraelsmenn að þau eru harðsvíraðan háls. Það þýðir, þeir voru hér. Þeir vissu betur. Ég ætla bara ekkert að gera þetta. Skiljiði, þegar Guð er að reyna að færa okkur nær hjarta sínu, þá skiptir svo miklu máli að hálsin okkar fara að verða mjúkur. Og ekki bara mjúkur, heldur við beygjum okkur fyrir því sem að Guð segir. Því að útliti getur verið með einum hætti en sannleikur Guðs einhver allt annar. Og þarna var ég komin í einhvers konar algjörlega bara í einhverja kör. Og við tókum þessa ákvörðun, ég og Alli. Og ég bara gleym ekki þegar við gerðum það. Og hvað gerðist í kjölfarið? Vá, krakkar, hvað gerðist í kjölfarið? Ég prenta út reikningastaði sem hafði virkilega blessað mitt líf, sem að töluði inn í kringumstæðuna mínar og við erum að tala ógrynni af reikningastöðum og ég hvet ykkur til þess að gera það sama. Ég setti upp á speilin inn á baði hjá mér og ég myndi mig á lofur Guðs. Jú, mér leið hræðilega. Jú, kringumstæðuna voru ömurlegar. En ég fór samt að tala líf. Og hvað gerðist? Ávextir af því lífi fór að koma fram í mínu lífi.